Komið sæl og verið velkomin í Suðurnesja Magasín í fyrsta þætti ársins 2021 og gleðilegt ár. Í þætti vikunar fylgjum við eftir framlínu fólki heilbrigðisstofnunar Suðurnesja á veirutímum og fylgjumst með fyrstu bólusetningum á Suðurnesjum. Við ræðum við eiganda Marriott flugvallarhótelsins við Keflavíkur flugvöll sem var tilbúið fyrir ári síðan en loks farið í gang og þá heyrum við í vonarstjörnur Keflvíkinga í knattspyrnu kvenna. Sveindís Jane Jónsdóttir farin í atvinnumennsku. En við hefjum leikinn í kófinu í sýnatökum í Njarðvík. COVID-19 faraldurinn hefur tekið sinn toll á Suðurnesjum eins og víðar og Sveinbjörg Ólafsdóttir, hjúkrunarfræðingur, segir að þetta sé stærsta og flóknasta verkefni sem hún hefur tekið þátt í. Síðustu vikur hefur hlutfall veirusýktra verið hæst á Suðurnesjum en tíma voru nærri 400 manns í sóttkví. Mestmegnis í tengslum við smit sem komu upp í leikskólum. Við fylgjumst með Sveinbjörgu og samstarfsfólki hennar við störf í sýnatökum í iðnaðarhúsi í Njarðvík og einnig þegar bóluefni kom í hús og fyrstu bólusetningarnar voru á Suðurnesjum 29. desember. Jæja, nú að klæða sig í líða þarna. Það mjög mikilvægt, þetta er dálítið kalt, það opnar og náttúrulega þetta að verja eitthvað gagnvart veirunni. Þannig það þarf að klæða sig á ákveðinn hátt. Eins og þú sér hérna. Nei. Með stemmingin í hópnum? Bara fínskur. Það er bara æðisleg stemming. Sérstaklega í ljósi þess að við erum bara að byrja að bólusetta líka í dag. Þannig að bara merkilegur dagur, sko. Við erum búin að vera að standa í þessu í marga mánuði. Já, alltaf marga mánuði. Alltaf lengi. Það er mjög gott eftir við fórum og færðum okkur að vera innanhús. Það fyrir að vera úti eins og var síðasta vikur. Þó að sé kalt en þá erum við þurr. Og ég svona smá skuldaskræða, ég þarf að klæða mig ekstra vel. Því ég svo nálægt hurðinni. Að skanna allar, en þau eru aðeins innar. Það er eins og ég sé að fara til Grænlands, sko. Hvernig finnst ykkur fólk vera þegar kemur í staðinn? Hefur það... Sumir smá stressaðir. Já. Fyrir að fara í sýnatökuna. En fólk svona oft samt bara þakklátt fyrir sem að sýnir það alveg. Takk fyrir að við sem að standa í þessu. En maður finnur það líka. En maður finnst alltaf erfiðast með börnin sem litlu að taka úr þeim en það gengur ofta sem betur fyrir vel. Þetta viss fjöldi sem þið takið á móti núna, búið að undirbúa það eitthvað? Já, við vitum það. Við vitum alltaf hvað koma margir einkennisýntöku. Þannig að við erum að vona núna 42. En aftur á móti í skimuna sem við vorum að gera áðan, þá vitum við ekki fjölda. Þannig að það er oft mjög mismunandi. Það fer eftir bara hvað margir að koma erlendis frá og hvað margir í sóttkví á hverjum tíma. Þannig að það er svona háð því. Það er náttúrulega mjög mikilvægt að sérstaklega þau eru að taka sýnin, að þau fari rétt í búnaðinn og séu varin og grímurnar réttar á og hlýðar. Og sem betur fer hefur ekki komin eitt smit hjá þeim sem hafa verið að taka sýnin. Þannig að það sýnir að við séum verið varin. Það er náttúrulega alltaf uggand svona fyrst þegar við vissum ekki vorum að byrja í þessu, hvort að maður væri nægilega varin í þessu. En ég svona smá áhuggefni hvaða frekar hátt hlutfall sýktra á Suðurnesjum. Já, búið að og vera undanfarna vikur. Búin að vera að koma upp svona hópsýkingar sem betur fyrir eitthvað svona nokkurn veginn að ráða við. En það er alltaf svona kannski innbyrðis dreifing. Gerir ykkur vonir það að á einhvern tímann á næstu mánuðum þá munið þið bara hætta þessu? Já, við vonum það. Já. Það má búast við verðum náttúrulega eitthvað fram til ári. En hversu lengi vitum við ekki alveg. Við erum bara undirbúin fyrir það. Jæja, nú er sýnatökan að vera búin í dag og þá þurfum við að telja og merkja. Þetta er allt að fara hér. Það var þetta margir í skimun, það var 18 í skimun, þá voru margir í einkennir og benn. Þá voru margir sko í einkenni. Það er 38. 18 í skimun og svo kemur starfsmaður frá öryggismiðstöðinni og ferðir þetta á íslenska erfðagreiningu.
þá þetta farið rannsóknarstofuna þar og svarið komið svona 3-4. Þannig að núna erum við bara svona að bíða eftir rest og við erum bara að fara að loka núna. Fólki átti að vera komið þá 9:30 og eins og ég sagði að koma 40 á hverju korteri. En eins og þú sagði, þá þetta orðið miklu þægilegra núna heldur en var fyrstu mánuðina, af því að lýstu þið aðeins fyrir okkur aftur hvað fólk búið að gera þegar það kemur hingað? Já, áður en þetta fór að vera svona sjálfvirkni, þá þurftu allir að hringja á HSS og í svona COVID-ráðgjöf, þannig að hjúkrunarfræðingur hringdi til baka og fór í gegnum það hvort að hann væri með ábendingar fyrir sýnatöku. Og sérstaklega mest þegar var skortur á pinnum, þá var mjög erfitt að finna út í því hverjir ætti að koma í sýnatöku ekki. Og þetta gekk svona alveg eiginlega út sumari. Og svo fórum við að vera með landamæraskimun upp í flugstöð, skimun eftir 5 daga. Þá fór það fólk að koma líka til okkar. Og þá fórum við að vera með tölvu, sjálfvirkni fyrir það, en ennþá gamla kerfið fyrir einkennisýnatöku, þannig að allir þurftu að hringja þar líka. Svo í haust að þá var nýtt tæknin frá landamæraskimununum í það að hafa sjálfvirkni fyrir alla. Þannig við erum með 2 kerfi, skimun og svo einkennisýnatöku. Þannig að núna ýmist hringja þeir sem ekki með rafrænt skilríki á HSS og hjúkrunarfræðingur hringja til baka, en flestir geta skráð sig sjálfir á heilsuvöru.is í sýnatöku og fær þá kóðan sendan í síma. Það getur enginn komið hingað í sýnatöku nema að vera með kóða. Þannig að stundu lendir því að fólki kannski ekki með rétt með símana, skilur með gamla síma, þá erum við líka með kerfi og við getum leikað fólku eins og við sáum í morgun, núna áðan. Þannig að sjálfvirknin einfaldar vinnuna alveg gríðarlega og allt bara barkóðast þannig fyrir þetta allt bara með númurum og kóða. Þannig að ef einhver vill komast í laða sér tekið í pröfuánu eða test, fólk getur bara að fara inn á heilsuvöru, skrá sig þar, fær senda kóða, mætir hingað og þið takið sýni. Og svo kemur svarið. Og fær að vita seinni partdags. Já, með bara SMS eða e-mailin. Þannig að þetta fyrirkomulega að ganga mjög vel hérna núna. Þetta léttir alveg gríðarlega vinnuna fyrir okkur og auðveldar þetta mikið. Úr sýnatökum var farið í skemmtilegri mál því bóluefni var að koma í hús á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja. Upp úr hádeginu 29. desember var Sigríður Pálína Arnardóttir, lyfjafræðingur HSS, komin með dýrmætan kassa í hendurnar. 160 skammtar af bóluefni í 50 glösum. Spenna var mikil og næsta verkefni var að blanda, eða réttara sagt, þynna bóluefnið og færa það yfir í sprautur. Já, það verið að blanda hérna fyrstu skammtana á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja. Það óneitanlega spenna í loftinu. Já, fyrst þurfum við að draga saltvatn. Rétt rúmlega 1,8, þannig er 1,9. Þá ég draga það hér upp. Svo þarf ég að strikta aftur. Svo þarf ég að stinga hérna í glasið. Ég sést bólefnið, virka bólefnið og við þurfum að þynna það. Þannig það er svo að stinga í og fara varlega með saltvatni og blanda saman. Núna lekur saltvatnið onni. Það er bara að gerast í rólegheitunum. Svo kemur smá loft. Það er að fara sprautsuna og ég tek sprautsuna upp úr. Svo fer að blanda efninu saman, sérst við saltvatni og bólefni. Þá þarf ég að velta þið svona 10 sinnum. Og þá þarf ég að taka sprautina sem bólefni fer í og þá þarf ég að draga upp. Það þarf að passa sig að stinga varlega í. Svo þarf maður svona að kolfa glasinu og svo þarf maður að draga upp. Og það er svona dálítið loft í glasinu þannig að maður þarf að passa að það sé akkurat magni sem þar. Við erum aðeins umfram. Svo tekið ég af og það stundum fór aðeins tilbaka. Við þarf að passa þrýstingin. Svo tekið ég upp nálina sem að við sprautum skjólstængin í eftir. Tengjum saman og setjum á 0,3. Og þá er komið í nálina og aðeins hérna umfram. Og þá vantar við bakka. Það var komið að fyrstu bólusetningunni.
Hjúkrunarfræðingurinn Kristín Sigurmundsdóttir, sem hefur verið í framlínu HSS á veirutímum, var valin til að fá fyrstu stunguna. Í dag, 29. desember 2020, merkileg stund núna í dag. Stund sem við erum öll búin að bíða eftir dálítinn tíma. Því nú ætlum við að hefja fyrstu bólusetningu á Suðurnesjum. Og það hún Kristín Sigmund sem ætlar að fá fyrstu bólusetninga. Hún er hjúkrunarfræðingur og búin að standa vaktina síðustu mánuði, bæði bara á móttöku og COVID-vaktina til sýnatöku og í öllu því. Þannig að okkur þykir þetta mjög merkilegt. Við erum búin að standa saman hérna í þessu. Þannig að Kristín mín, er þetta tilbúin? Algjörlega. Ok, tilbúin. Yes. Kristín, fyrsta sprutan! Það var bara ekki fyrir þessu. Var þetta ekki vont? Þetta var ekkert vont og hún Ingiborg hérna, hún er svo mikið snillingur að bara, ég fann ekki fyrir þessu. Ég var bara upptekin á að horfa á myndavélarnar og ykkur og þannig að... En tilfinningin, er hún ekki góð? Hún er mjög góð og þetta er svo sannarlega ekki til að kvíða fyrir. Það er hérna, maður oft var í bólusetningar, þessi er bara mjög þægileg. Þannig að þetta er ekkert til að kvíða fyrir og bara er besta mál, bara loksins. Eftir að framlínu fólki hafði verið sprautað var farið á hjúkrunarheimili í Reykjanesbæ og Grindavík. Fyrsti almenni Suðurnesjamaðurinn sem fekk sprautu var María Arnlaugsdóttir, en hún er elsti núlifandi íbúi svæðisins. Hún fekk sprautu á 3. síðasta degi ársins, en hún var 99 ára í fyrra. Nú er hún komin á 100. aldursár og verður 100 ára í júní næstkomandi. Finnst þið skrítið að vera að fá sprautu? Nei, eiginlega ekki. Maður þakka bara fyrir að það gerir ykkur gagn. Það er bara svoleiðis. Ertu ekki smá stolt að vera fyrsti Suðurnesjamaður sem fær sprautu? Er ég fyrsti Suðurnesjamaður? Já, og svona fyrir utan nokkra heilbrigðisstarfsmenn hérna niður á HSS, þá ert þú fyrst. Já. Ég fóru held ég og kíktu bara á aldurslistan og völdu heiðursborgara Suðurnesja sem er að verða 100 ára og núna fljótlega það ekki? Í júní. Í júní, já. Já. Hvernig er heilsan búin að vera? Hún hefur verið, ég má þakka fyrir hvað ég hef haft góða heilsu. Ég hef fengið svona slemsku, en það gerir ekki til. Búin að eiga ágæta stundir hérna á Klefangi? Jú. Þetta er ljómandi að vera hérna. Hvenær fluttu? Þú sagði mér án að þú hefði komið til Suðurnesja hérna fyrir mörgum árum síðan? Já, 1943. Búin að vera hérna síðan. Bólusetning gekk vel á hjúkrunarheimilinu Hlévangi sem Hrafnista rekur, en þaðan lá leiðin á Nesvelli, annað hjúkrunarheimili Hrafnistu í Reykjanesbæ. Þar beið okkar Jón Ísleifsson, fyrrverandi bankastjóri Útvegsbankans í Keflavík. Hann er 91 árs, en hress og kátur og var til í stungu. Þá bara lyftum við hérna upp. Svo bara klípi hérna að síði. Það kemur stunga. Svo kemur þessi smá þrýstingur. Allt í lagi. Og ekki að skála. Skál. Skál fyrir merkilegum degi. Sveina fór djúsinn og hann fær brauðið. Ég held mér að ég fá mig bara að sjópa af djúsinu. Vallabraut 12 í Njarðvík, 3 herbergja íbúðir í smíðum á besta stað í Reykjanesbæ. Hugverktakar senda Suðurnesjamönnum bestu óskir gleðilegt ár með þökk fyrir viðskiptin á liðnum árum. Courtyard by Marriott flugvallarhótelið í Reykjanesbæ var að opna fyrir tæpu ári síðan þegar heimsfaraldur skall á.
Þessi tími hefur því verið sérstakur hjá starfsfólki og stjórnendum fyrsta Marriott hótelsins á Íslandi, en það rétt við Keflavíkurflugvöll. Við hittum Ingvar Eyfjörð, framkvæmdastjóra Aðaltorgs, aðaleiganda hótelsins, og ræddum líka við hollenskan hótelstjóra þess, en hann segir Ísland hafa mikla möguleika þegar ferðamenn fara aftur á stjá. Ingvar, 7. janúar, þetta stór dagur hjá ykkur hérna sem það hefja hófið fyrir nokkru síðan rekstur á þessu stóra hóteli. Já, nú komum við að því. Við ætlum að opna hótelið formlega. Við erum auðvitað búin að vera opin síðan 1. október en með svona takmarkari þjónustu. En nú ætlum við að opna fyrir almenning og við ætlum að opna með því að opna veitingastæðin okkar. Þetta Bridge, sem bar og veitingastæður sem hérna á baki okkar. Það svolítið skref hjá okkur. Nú það fara bara að hleypa fólki hérna inn, þannig að Suðurnesjamenn og Íslendingar geta komið hérna og fengið sér að borða og veitingar. Þannig að það búið að vera í undirbúningi núna í eitthvað tíma? Já, við erum búin að vera með þetta, auðvitað höfum við haft talsverðan tíma frá því að við töluðum saman síðast að það var síðasta vor, að þá erum við búin að auðvitað hugsa það hvernig við ætlum að gera þetta. En hérna, það búið að leggja í talsverðan undirbúning og gera þetta svona með þeim hætti að við virðum það umhverfi sem við erum í dag og reynum að taka mið af því. Það auðvitað ekki auðvelt eða einfalt að opna veitingastað á þessum tíma. En ég held að við höfum gert þetta með þeim hætti að við getum verið stolt af því að bjóða fólki inn núna, loksins. Og við töluðum saman, spjöllum hérna saman í byrjun apríl í fyrra og þá var svona COVID nýbyrjað og það búið að gerast mjög margt síðan. Hvernig var árið hjá ykkur? Ég sagði hérna þegar þú komst hérna síðast, þá sagði ég að ég gerði ráð fyrir að ferðamennin kæmi í vor. Og ég held að ég ætla bara að standa við það. Bara árið síðar? Þó það sé árið síðar. Nei, þetta auðvitað búið að taka á, en það ég held að allir sem eru í viðskiptum þeir gera sér grein fyrir því hvað við erum að glíma við. Og það bara okkar að svona halda sjó og gera okkur klára í það að opna aftur, en þó vonandi varlega og gera þetta með ábyrgum hætti. Og ég held að við Íslendingar allir, við höfum staðið okkur vel í því að svona halda þolinmæðinni og missa okkur ekki alveg í væntingarnar. Og ég held að alveg með sama skapi, væntingarnar núna eru ekkert endilega að galopnist allt. Við sjáum alveg hvernig ástandi út í heimi, það er ennþá slæmt ástand, við þurfum ennþá að fara varlega og við ætlum okkur að gera það hérna, en við þurfum líka að leyfa okkur að lifa og leyfa okkur að njóta og taka svolítið þátt í þessu, en þó svona með ábyrgum hætti. Ég vil ekki hljóma of svona einhvern veginn klisjukenndur, en þið voruð í risastóru verkefni að byggja þetta stóra hótel og gerðu ykkur náttúrulega engagarinn fyrir því að heimsfaraldur væri að koma hérna. Þegar þú horfið tilbaka, þetta ekki búið að vera náttúrulega alveg mjög sérstakt, vægasagt? Jó, ég held að... Með þessa stóru fjárfestingu. Þetta fer auðvitað í reynslubankan hjá öllum, það er alveg klárt mál. En það er líka á svona tímum sem að reynir á allan innra kerfið í þessu öllu saman hjá okkur. Og við höfum haft alveg svakalega sterka bakhjarla sem hafa staðið við baki okkur, sýnt þessu skilning alla leið, hvort sem að það eru lánveitendur eða hluthafar eða samstarfsmenn. Þannig að ég held að við erum allan svakalega þakklátt fyrir það að geta verið að standa hérna fyrir fram að núna og segja við ætlum að opna. Eitt af því sem þú nefndir í viðtalinu hjá okkur í fyrra var að þú hefur mjög mikla trú á Reykjanesinu sem ferðamannastað og þú vilt fá ykkar gesti meðal annars til þess að fara hérna niður í bæ og það er ennþá þín skoðun? Já, það er alveg klárt mál. Ég held að við höfum alveg helling upp á bjóða hérna núna og sérstaklega núna. Ég held að þessi ágæta veira sem við erum öll orðin svolítið þreytt að hún hefur kennt okkur ýmislegt og eitt af því sem er alveg klárlega tækifæri okkar hérna, það er að við erum með ofboðslega náttúru hérna og það er rosalega stutt í hérna og það er minni nálægð hér heldur en víða annar staðar. Þannig að ég held að þetta svona fær okkur frekar í áttina því að geta orðið áfangastæður og áningarstæður í rauninni.
En svona lokum, þið eru tengdir Marriott merkinu. Hvaða tilfinningu hefur fyrir svona hvað önnur Marriott hótel út í heimi að gera? Eru þau á svipuðum stað? Við fáum mikla fréttir frá Marriott og Marriott fylgist mjög vel með og þeir það mjög mismunandi hvað að gerast í heiminum og við fáum svona mismunandi fréttir. Það þetta ástand í Vesturheimi, getum við sagt, mikið ástand. Það betra Asíumegin hjá þeim, en þeir fylgjast mjög vel með okkur og hafa sýnt þessu mikinn skilning og veitt okkur mikinn stuðning. Hollendingurinn Hans Prins, hótelstjórinn á Courtyard by Marriott í Reykjanesbæ, hefur starfað í hótelgeiranum síðustu 10 árin, en síðustu 6 hjá Marriott keðjunni og þetta 5. hótelið sem hann stýrir við opnun. Yes, I started 10 years ago. I work for Marriott now 6 years, and this is my 5th hotel opening. So this must be a little different from the others. Absolutely, and not in the last place because it's Iceland. Well, can you tell us about the service and the food that you will be offering here? Well, the service and the food, I think, will lift up the standards of Iceland. We are very happy to come into the market with the first Marriott hotel in Iceland, and we are hoping to service the guest, with other words, to take care of our guest. Hann segir að mikil áhersla verði lögð á gæði og þjónustu og það muni hækka gæðastaðlinn á landinu, en þetta fyrsta Marriott hótelið á Íslandi. Á því 150 herbergi, auk fundarherbergja, veitingastaðar og bars. Við spurðum hann hvort viðskiptavinir megi eiga von á einhverju meira en þeir eru vanir þegar þeir koma á Marriott Hotel. Yes, I think there is an added value for the guests to come. It's not only to enjoy the food, but also the service. Besides that, we have meeting rooms available for the market, as well as 150 hotel rooms. What about the coming future? Of course, this has been very special coming here in a COVID year. How will you be dealing with that in the next weeks, months and years? Well, Courtyard is a brand of Marriott, 1 out of 30, that is a select brand and is dealing very well in difficult economical times due to the fact that the price and the quality in service is very stable. Besides that, I think that we will travel again and hopefully in 2021. Therefore, we want to be the pioneers in setting the standards. So you are optimistic and waiting for tourists to come? Yes, absolutely. We think that the vaccination program started. We are ready for the local market. And obviously we will be ready for the coming future when tourism is coming back to Iceland. Courtyard eitt af 30 merkjum Marriott hótelkeðjunar þar sem lögð áhersla á stöðuleika í verðlagningu og þjónustu, en hann segist bjartsýnn á framtíðina og ákveði frumkvöðla starf á Íslandi. Hótelið sé tilbúið til að takast á við komandi tíð bæði fyrir heimamenn og erlenda ferðamenn og hann bjartsýnn. Hann segir Ísland afar heillandi land á marga vegu, en hvað hefur komið honum mest á óvart hér á Íslandi? Well, I can tell you that I worked in several places in the world, but Iceland really struck me. I feel happy. The culture is absolutely very fascinating, and from the hospitality point of view, I think there is still a lot to learn and to do. And that is what you think tourists will also say? Absolutely. I think that Iceland will be one of the gateways in Europe that people will go to in the future. It has everything that you need to have when you want to have a very good holiday. It can be a good business destination as well. And I think that we saw it in the previous 10 years, that the lift up will start soon. Hann telur Ísland hafa mikla möguleika og að ferðamenn muni flykkjast til Íslands að loknu COVID. Margir eiga eftir að minnast ársins 2020 með mismikilli ánægju, en það fer í minningabankan hjá knattspyrnukonunni Sveindísi Jane Jónsdóttur úr Keflavík.
Afrekalisti hennar á árinu langur. Hún fór á láni frá Keflavík til Breiðabliks og varð Íslandsmeistari. Þá varð hún markahæst og valin sú besta í Pepsi Max deildinni og þá kom Sveindís inn sem nýliði í aðallandsliðið og fór beint í byrjunarliði. Það sem hún stóð sig ótrúlega vel og síðast en ekki síst hún búin að landa samningi við þýska knattspyrnuliðið Wolfsburg. Það eitt besta félagslið í Evrópu. Fyrsta árið fer hún að láni til Kristianstað í Svíþjóð og okkar kona fór þangað núna áramótin. Jóhann Páll Kristbjörnsson settist niður með Sveindísi Jane rétt fyrir brottför til Svíaríkis. Þetta, já, eins og segir, bara búið að vera frábært og viðburðaríkt ár fyrir mig og ég bara svolítið þakklátt fyrir þetta ár. Þannig að ég á örugglega bara eftir að líta tilbaka bara með geggjað bara fyrir mig. Þannig að, já. Og svo þetta nýjasta samningur við Wolfsburg, eitt besta lið í Evrópu. Já, akkurat. Ég bara rosalega spennt fyrir þessu og ég bara mjög ánægð og þakklátt fyrir þetta tilboð sem ég fékk hérna og ég bara gat ekki neita þessu. Nei. Og ferðu beint til Þýskalands bara á nýju ári eða? Nei, sko, ég var lánuð strax til Kristianstad í Svíþjóð. Þannig að þetta Wolfsburg svona eiginlega bara að tryggja mig og vilja lána mig í þá aðeins betri deild heldur en hérna á Íslandi. Þannig að ég bara mjög sátt með þetta skref, sko. En hver Sveindís Jane? Þú ert uppalinn hér í Keflavík, það ekki? Jú, ég uppalinn í Keflavík á íslenskan pappa en mamma mín frá Ghana í Afríku. Hefurðu komið til Ghana? Já, ég hef einu sinni komið til Ghana, þá var ég 5 ára. Þannig að ég man ekki rosalega mikið eftir því. Nei. En við ætluðum hérna fjölskyldan öll saman í september, en það faraldurinn niðurlega það því miður. Þannig að það bara að bíða betri tíma. En hvenær byrjaði þú í fótbolta? Ég var 9 ára, þannig að ég byrjaði svolítið seint. Ég var ekki æfin neitt annað, sko, þannig að mér langaði bara að byrja að hreyfa mig aðeins, þannig að ég ákvað að fara í fótbolta, þar sem ég átti mjög mikið af vinkonum í fótboltanum. Hvernig sérðu fyrir framtíðina? Heyrðu, ég lítið bara björtum augum, sko. Þetta alveg stórt skref sem ég að taka núna, þannig að ég bara mjög spennt og svolítið stressuð svona í leiðinni, en það bara svona gott stress. Og þú átt kærasta? Já. Og hann tilbúinn að elta þig hvert sem Já, hann það, sem ég líka ógeðslega þakklát fyrir, þannig að það gerir þetta svona aðeins auðveldara, þannig að ég þurfi ekki að fara ein út. Og já, hann bara tilbúinn að fara hvert sem það mjög gott fyrir mig. Leið við þökkum fyrir áhorfið minnum við á aðra miðla Víkur frétta. Við gefum út blað í hverri viku sem dreift ókeypis á Suðurnesjum. Við erum með fréttaþjónustu á víkurfréttavefnum ff.is og golffréttir á hverjum degi á kylfingur.is. Við hvetjum ykkur til að senda okkur ábendingar efni sem við getum birt í okkar miðlum. Við sjáumst í næstu viku, þá stefnum við að því að segja frá Suðurnesjamanni ársins 2020. Þangað til þá, verið sæl.